Góðan daginn og verið velkomin í þennan sérstaka þátt af Temjum tæknina. Ég heiti Magnús Mári og verkefnastjóri gervigreindar við Háskólann á Akureyri. Í dag erum við í fyrsta skipti í mynd og erum með 2 gesti. En þessi hlaðvarpssería og þessi hlaðvarpsþættir heita Temjum tæknina, þar sem við erum að raun og vera að fjalla gervigreind í mjög víðu samhengi, ekki eingöngu tækniþróunina eða nýjustu lausnirnar eða tólin, heldur erum við líka að skoða áhrif á mennskuna og hvaða tæknibyltingin er að breyta samfélaginu okkar og hvaða svona þýðir fyrir okkur sem einstaklinga. Gestir mínir hérna í dag eru Tolli, sem er nú þekktur myndlistarmaður og líka mjög þekktur fyrir þá vegferð sem hann hefur verið á að vera með Bata Akademíuna og er að hleypa fólki inn í upplifanir frá Indjánum í Svitahofi og síðan er hann að vinna með fólki sem er að feta svona sitt, ná stjórn á sínu lífi eftir áföll og kannski fortíð sem hefur verið erfitt að glíma við. Og með honum er Dr. Auðbjörg Björnsdóttir, forstöðumaður kennslu- og upplýsingatæknimiðstöðvar, sem svona kveikjan því að ég var ráðinn í þetta starf hérna hjá Háskólanum og við höfum einnig verið að leggja mikla áherslu í okkar verkefnum hérna við Háskólan að huga af þessum mannlegu þáttum í tengslu við þessa tækni, vegna þess að eitt sem við höfum mikið rætt er hvað ætlum við að gera við tímann sem að sparast ef að gervigreindin er farin að létta okkur störfin. Ætlum við þá einfaldlega að bæta við okkur verkefnum og vinna meira og vinna hraðar, eða ætlum við að nýta þetta til að stíga aðeins aftur og svona velta fyrir okkur hvaða áhrif þetta er að hafa okkar velferð og kannski gera aðra hluti sem að svona auka okkar velíðan og hamingju jafnvel í lífinu. Þannig að bara ég segi verið velkomin og takk fyrir. Kannski bara Auðbjörg, þú ert hérna af því að Tolli er hérna í tengingu við þig og við erum einhvern veginn svona búin að vera að tengjast hérna í morgun, alveg frábært að spjalla við ykkur og þú ert alltaf með magnaða sögu, tekur doktorsprófið í Bandaríkjunum, kemur sér hérna og ert að stýra þessari kennslu- og upplýsingatæknimiðstöð sem er alveg magnaður staður að vera á í Háskólanum. Hvar erum við? Í dag? Já. Við erum alltaf að reyna að vera í núinu, sko. Já, við erum að reyna. Ég held þessi bara í rosa skemmtilegum tímum, sko. Já. En líka svolítið svona, sko, mér hef aldrei verið hér áður. Það er alveg hennu. Og við séum að sjá eitthvað sem er bara stórmerkilegt, óbúslega flókið, og þá séum við líka að leita eitthvað óbúslega einföldu sem við finnum austar hérna innan með okkur. Já. Það sé svolítið, þetta er bara mjög stóri tíma. Þetta er mjög stóri tímar. Tolli, þú er ekki verið að eiga mikið við gervigreindina sjálfur, en svona skapandi, hugsandi maður. Já, ég er svona mest verið að eiga minna eigin greind og efasemdir hana og svona hvernig ég að díla við hana. Já. En svona ég fylgir alvöru með þessa gervigreind. Sonur minn er reyndar master í gervigreind og maður heyrir svona bergmálað af þessi kringu sig. Þetta er ekki að hitta mig fyrir alvarlega, en hins vegar, þú veist, mannkynið hefur á sinni vegferð alltaf staðið á tímamótum og ég er alveg viss það að einhvern tímann hafa einstaklingar setið þessu við núna og hort fram á veginn og efast framtíðina og við erum að missa stjórna og svo tæknin eða eitthvað annað er að taka yfir heimsmynd okkar og svo framvegis. Og það fyrsta sem kemur til mín í sambandi við þetta allt saman, það er þú veist, þessi frasi að vera augað í fellibilnum, sko. Þú veist, það er einhver storm, eitthvað tornado í gangi. Hvernig get ég staðsett mig í þessu þannig að ég haldi svona vit og ró? Og þá fer maður aftur í þetta að á vegferð mannsins er alltaf verið að skila til okkar skilaboðum hvað er að vera manneskja og þetta er tiltölulega einfaldir fáir hlutir sem er að ræða og þessna í öllum þessum óróa og í öllum þessari óvissu þá held ég að það sé rosa gott fyrir okkur að gæta þessum grunngildum bara hvað er að vera manneskja, hvað þýðir það á tímum þegar gervigreindin er að leysa af í raun og veru sko á margan hátt hinar kapítalísku kvaðir á því að vera samborgari.
ég bakka með það. Já, þú veist, þannig að kasta þessu fram. Já, og þetta er alveg rétt vegna þess að við erum með þessa þversögn í tækninni að eins og fyrir innbyltingum þegar við útvistuðum vöðvaafli til véla að nú erum við að sjá útvistun á þekkingu til vélarinnar og við höfum séð þessa umbreytingu starfa í fyrir innbyltingum sem við munum væntanlega að fara að sjá upp á núna að störf munu breytast og þá er spurningin sko að því að við getum vonandi nýtt glundróðan eða tornadóin sem við erum í til þess að byggja eitthvað nýtt þannig að þegar aldan lægir eða storminn lægir að þá kannski komum við út hinum einn og hugsaum já við náðum nú að vinna ágætlega úr þessu sko. Það er svona það sem að ég allavega vonast til að við getum horft tilbaka og þá held ég eins og við sem erum kannski mjög ólíkan bakgrunn þrjú að það sé þetta sko samtal ólíkra hópa að allir verði með núna. Þetta sé ekki einhver teknoelita eða pólitíkusar sem og allir býði eftir ákvörðinu það. Sammála. Það sem það kemur til mín akkurat þetta með að við erum að missa störf og við erum að missa hitt og þetta að þá var ég einu svona á svona retreati það sem að leiðbeinandinn stilti mér upp og spurði hver ertu og ég byrja að telja upp ég er faðir nei, það er hlutverk ég er myndlistarmaður nei, þú starfa við það og svona flysjaðan laukinn þar til að ég er ekki það sem ég vinn við og ég er ekki raun að vera tilfinningar mínar en ég hef þær og svo framvegis og endanum satt ég uppi bara við það að vera bara sá sem fylgist með og í þessum umbreytingum þar sem að við erum að tapa störfum og svona þá er raun að vera ekki verið að tapa neina það er bara verið að stilla okkur upp á svona nýja ráslínu í að skoða eiginlega hver er ég og mér finnst það vera svona leið og það er þekkingaleg tækifæri í gervigreindinni og risaskref tæknilega framfyrir þá er þetta líka tækifæri fyrir mannin í að skoða hver er ég sem er þetta geðveikt tækifæri sko. Þetta er geðveikt tækifæri þetta er alveg, af því það er sko það kostur og þetta er bara eins og maður segir við börnin sín sko og sjálfa sér stundum að ég hef svolítið val, ég get valið því það hvernig ég ætla að takast á við þess hvernig ég ætla að takast á þessar tilfinningar ef ég bara var að tala um pirring við þig daginn að ég var svona pirraður að maður getur bara látið vita það er eitthvað í mér núna sem er að pirra mig og ég þarf bara einhvern veginn að eiga það en ég ætla ekki að vera að sá einhverju dimmum skýjum yfir vinnustæðin sko og það er svona kannski varandi þess að tækni að þora bara standa andspænis raunveruleikana sem er að birtast okkur að þetta er raunveruleikinn okkar núna og eitthvað sem við erum að takast á við og þegar þetta fer svona þvert á og kannski bæði eins og Auðbjörg þú ert náttúrulega mjög svona vel sjóuð í fræðasamfélaginu og svona hvernig finnst þið það að vera að taka þessu? Ég held að segja sko ég held að það bara mjög misjant sko, ég held að fyrir suma að setja svona ákveðin ógn og fyrir suma, svo eru eitthvað sem er bara ekki svona pæli í þessu og aðrir eru bara svona, þú veist, komnir bara, eru fann að nota þetta hansi mikið og þetta er svolítið svipað sko, því ég byrjaði til mér í HÍ 2000 og þá fekk ég e-mail og ég ætlaði bara, þú veist, ég þarf ekki að nota henni e-mail Já. Og ég loggaði mig inn á e-mailin held ég ykkur á mánuði sko, komst upp með það þá, 25 ára síðan og það er ekki, þú veist, það er bara e-mail ég meina í dag er bara allir, þú veist bara börn okkar komum e-mail sko. En ég held að þetta sé, þú veist ég held að, þú veist, fyrir suma er þetta mjög, þú veist, fólk er oft mikið pæli sko, finnst þessi hugmynd að þess að svindla þú veist, þess að við sjáum bara, þú veist, þegar kennar voru hér að taka upp fyrirlestur og nota það aftur, þá fannst þetta þeir ekki að vinna sína ég held að þeir eru að hugsa þetta alveg upp á nýtt og þú ert bara, þú veist, þetta er ekki endilega tími sem þú vinnur, það er bara að hugsa þetta einhvern algjörlega upp á nýtt og þannig ertu bara að koma með aðstofamann sem getur bara að hjálpa þig, þín sér það ekki nýtist og þú þarf reynir eins og háskólar, hugmyndum háskólar læra gagnrýna hugsun, það er sem við varum að kenna. Já. Hér er hún að fara að koma verulega að nota. Já. Þannig að í staðan fyrir að þú þarft að geta, eins og ég er sérfræðingur í fjarnámi,
ég get notað gervigreindina í því, en ég samt, byggja minn þekkingu og get séð, þegar hún segir eitthvað vitlaust, sko. Já. Alveg eins og því ég heyri einhverja manneski segja eitthvað vitlaust. Það er ekki, að því fólk kemur alltaf, hún segir eitthvað vitlaust. Já, ég sé líka fullt af einhverju vitlausu, sko. Já. Það er bara hann. Akkurat, og það einmitt, og ég var svona mikill heiður að fá að tala við fólk á Amtsbókasafninu núna bara í morgun og þá vorum við að tala sko að bókasafn hafa verið náttúrulega svona miðpunktur þekkingar bara í árhundruð og bókasafninu er svo frábær stað vegna þess að það hefur aðgang að frýrri þekkingu. Þetta er svona falleg hugmynd að en eins og þá ef við skoðum bækur og fræðigreinar og margt að það er eitthvað skrifað einhverju tíma í góðri trú og það er það besta sem við vitum á þeim tíma, síðan þróast hlutirnir áfram og komast að því að jörðin er ekki flöt og svo komast að alls konar öðrum sannleik einhverjum, alltaf einhver nýr sannleikur og þetta eru þá fræðimenn og fræðafólk og háskólasamfélagi sem er að glíma við þekkingu og uppsprettu hennar og einhverju einstaklingar að vega og meta og vísa til heimilda og annað og þá sko hvort að upprunni þeirra sé frá einhverju vélviti eða fræðigrein að þá ég sé svona fyrir mér þetta svona vinni svona tengjast allt saman miklu meira og verða bara svona miklu náttúrulegri partur af ferlinu. En Tolli, þú ert líka sko listamaður og hefur skapað svona mikið nafn á Íslandi og erlendi sem myndlistamaður og það er kannski það sem maður sér fyrir sér í því er að þetta er hæfni og færni sem er búið að þjálfa upp í gegnum mörg ár og þekkja sko pensilstrókurnar og þessi tæknilega færni, það er náttúrulega það sem er að gerast í höfðinu á listamanninu, þetta er einhver framlenging á sjálfu sem þú ert að setja á striga að margir tala að þetta sé einhvers konar endalók sköpunar, að vélinn fari bara að skapa og þetta verða allt einhvern veginn búið bara? Af og frá, ég held að þetta sé bara upphaf nýrra sköpunar og þetta er bara upphaf nýrra tækifæra og bara upphaf í einhverja, að listin fari í einhverja kosmíska vittir sem hafa ekki verið tækifæri til áður. Þú veist, það er engin hægt á því að listamenn mun ekki finna sér farveg í gervigreindinni frekar en menn gerðu með tölvun eða hverju sem sko. Þannig að mannvitið og hugvitið er alltaf til staðar og þannig að það er og í raun og veru sko gerir þetta líka einstaklingsframtak listamannsins, fingrafarið hans á lereftinu verður meira virði eftir því sem gervigreindin fer meira fram í að dúbla og búa til eftir hermu heima, skilurðu, að þá nær hún aldrei þessu augnabliki, þessu núi. Allt sem gerist núna. Það getur ekki gerst á eftir eða áður. Það er alltaf, raunveruleikin er alltaf núna. Þannig ég er alltaf að skrefa undan gervigreindinni með mína pensilskrift. Þannig að ég mun alltaf vera statement augnablik mannsins. Gervigreindin er því ekki. Nei. Þetta við munum setja þetta í svona tilvísun. Já, þetta er gott kód. Þetta var mjög gott vegna þess að ég held að akkurat að það sé þessum og það er kannski þessi vegferð sem þú ert á og við erum nú að fara í Svithof og eftir sem eru alveg magna að upplifa svona tengjast mennskunni og þessum andlega þáttum að hafa hugrekki eins og þú ert að sýna kannski með þessu að segja að hérna er tækni sem er að breyta öllu en ég er listamaður og ég sé fyrir mér að þetta muni geta haft jákvæð áhrif og bara jafnvel hluti af sköpunarferlinu eitthvað slíkt. Sko, það er eitt sem heggur mig dálítið hér og nú bara á þessum degi höstar 2025 og við erum að ræða þetta risastökk sem mannkynir að fara í og við erum að tala mennskuna. Á sama tíma erum við að horfa upp á það sem er að gerast á Gaza. Já. Í beinni útsendingu sko. Og við erum algjörlega vanmáttug á þessu. Og þessi endurtekning á þessu sögulega harmleika á ófullkomleika mannsins og getuleið sér hann í samskiptum. Að sjá hana hrylling sem er hann í gangi og á sama tíma að trúa því að tæknin fær okkur eitthvað lengri í mennskunni og svo framvegis. Að þú veist að það er svona
ég held að það sem við sitjum hér og nú og erum að tala þetta, að við getum ekki, þetta æpir á okkur í gegnum alla þessa orðræðu framfarir og tækni og allt það, þennan vanmátt sem við erum í samskiptum, þú veist, og mun gervigreind hjálpa okkur í því að búa til meiri nánd í mannkyninu, að við efla með okkur samkenndina, efla með okkur kærleik á milli manna, að hjálpa okkur í að leggja niður landamærin, hjálpa okkur í að afmá mismun, þú veist, við og hinir, að gervigreindin nái kannski að fletja út dálítið þessar orsakir ójafnvægis, það er kannski ekki rétt að segja orsakir ójafnvægis, liggja þetta bara í hvernig heilaður. En þú veist, en auka með okkur þekking og skilning á því af hverju við erum í þessu ójafnvægi, stöðugt, og hvernig við getum lagað það, og ef að gervigreindin getur fært okkur nær þessu, þá þetta rosaleg blessun. Ég sé ekki alveg hvernig það geti verið, ekki frekar en önnur tækni sem skilur okkur eftir með gasa, bara núna. Það er svo gaman að spyrja hana bara hvernig getur þú veist, nei, alveg. En ég ætla ekki að, þú veist, að draga skemmtilega orðarið akkurat inn í þetta, en hins vegar finnst mér bara hollt fyrir okkur aðeins og fyrir alla í dag sem ræða framtíð mannkyns eða hvað það er, að aðeins að kíkja á þetta, hvers vegna erum við svona vanmáttug þegar það kemur á svona stóran hlutum eins og þessu? Já, og ég myndi það þess vegna en ég man ekki hvort ég að klára það, sko, að við náttúrulega höfum haft þessa sko vestrænu heimsmynd kapitalisma sem kjölfarið á síðari heimsstyrjöldinni, og svo sér maður líka þetta er nú svona hálf súrrealíska viðburði í Rússlandi þar sem eru að fagna lokun síðari heimsstyrjöldar á meðan þeir eru að sprengja upp Úkraínu sem að börðust hlið við hlið gegn nasistum, að saman með sko kapitalisman sem að í raun og veru knýr áfram framþróun og þennan vöxt í hagkerfinu, að hann kannski líður sitt skeið vegna þess að ef við ætlum að sjálfvirkni væri allt, að það verður þá engin störf eftir, og þá getur engin verið hluti af, þá er engin neytendur sem verður hluti af hagkerfinu. En hagkerfi er afurð hugans. Það er að segja, hagvöxtur er abstrakt fyrirbrigði sem er ekki til neinstaðar í alheiminu, nema í huga mannsins. Og hagvöxturinn og hagnaður byggir á, til dæmis þessu hlutabréfamarkaður sem er drifkrafturinn í kapitalismanum, byggir á tveimur erfiðustu tilfinningum mannsins sem er græðgi og ótti. Það er það sem knýr hlutabréfamarkaðan áfram. Þess vegna eru menn alltaf að spá í hvernig bregst markaðurinn við. Þetta er ekkert markaður. Hvernig bregðast hinnir óttaslegnu og gráðugu við. Það er spurningin. Og þess vegna þó að gervigreindin sko leysi kapitalisman eins og við þekkjum hann á hólmi, þá verða áfram til hræddir og gráðugir einstaklingar sem hafa power. Og það er vandamál mannsins. Það liggur ekki í ismán. Ismanni leysi ekki neitt. Það sem vandamáli liggur í upplægi mannsins og afneitun hans á því hvað við erum ófullkomin. Það vill enginn taka ábyrgð á því. Þess vegna er svo magnað þegar við erum að sjá fréttir frá sjónaukum sem er að sýna okkur upp af stórakvelds og allt þetta. Á sama tíma það er enginn að kíkja inn og skoða af hverju er þetta svona. Veist, hvað er sjónaukin sem beinist inn í hugan og segir, við erum búin að komast að því, akkur maðurinn er í þessu ójafnvægi, akkur þessu stríði eru og akkur við erum gráðu og hrætt og við erum að laga þetta. Já. Einu sem hafa komið með þetta eru talsmenn trúabræða á einhverja költ á eitthvað, skilurðu, og við setjum það alltaf bara í sunnudagshilluna, sko. Já, þetta er svona, grípi þetta svona þegar mikið líku við. En þetta er krúsíal spurning fyrir mannkynið. Já, ég held að það sé bara árétt og þessum heldur við að innleiðing tækninnar og gervigreindar og notkun hennar að það séu fólk verði notendur vegna þess að eins og tæknin er að virka í dag, að þá er hún spegilmynd samfélagsins vegna þess að hún er þjálfuð á gögnum sem að samfélagið er búið til. Þannig að hún er skuggi samfélagsins og getur þá annarkvort
magnað upp ójafnrétti eða það, ef að þá nota hana til þess, eða þá að segja, heyrðu, við ætlum að finna einhver raunveruleg vandamál í samfélaginu okkar og við ætlum að reyna að leysa það með því að beita þessari rosalega fullkomnu tækni sem hefur alveg sínar takmarkanir en sífellt að verða öflugri og þróari í að leysa þessi stóru vandamáli, þessi stóru áskoranir og það alveg svona svolítið merkilegt einhvern veginn í þessu að hugsa, ég held að þessi í hörpunni núna eru ráðstefna velsæld þar sem að fræðimenn og fólk úr stjórnsýslunni að segja að einmanaleiki, depurð og andleg vanlíðan sé að verða stærra vandamál heldur en loftslagsbreytingar og svo erum við einmitt að horfa upp á þessar styrjaldir og annað, en á sama tíma þá erum við einhvern veginn að upplifa sko tíma þar sem að við höfum aðgang að nánast öllum gæðum, sérstaklega við sem fæðust hérna í Íslandi, að við höfum bara aðgang að öllum hugsalegum gæðum sem við getum nokkuð tíman ímyndað okkur og viljum við svo. Það er sko kóngar fyrir 100 og 150 árum þeir hefði ekki sko roði okkur sko. Þannig það er þessi umræða svona sem ég held að tapist svolítið í stemmingunni, í teknopartíinu sko. Já, allir við erum alltaf að skoða, við erum alltaf að hugsa þetta svona ytri heiminn, hvernig hann við erum aldrei að hugsa innri heim, þú veist, eins og segja, aldrei að skoða bara hvað það? Það er... Hvað skorturinn? Já, en það er dálítið svona, við getum sagt, góðu fréttinar, að fyrir bara einhverjum áratugum síðan, þá hér og þar á jarðkringlunni lágu hinir og þessi menningar afkimar með alls konar lausnir og leyndamál á heilsu mannsins, heildrænni nálgun, bæði alls konar medicín, alls konar aðferðafræði. Við erum að tala eins og þessi öndunartækni sem að miklu leyti kemur frá tíbesku búddisma í Tíbet og það er nú tantrajóga og eru orðið svona Wim Hof og allir sá andadráttar sem breiðust heiminn, skilurðu. Og við erum með alls konar medicín, svona jurtir og efni sem bæta líkamlega heilsu, við erum með allt þetta psychedelic stuff sem opna fyrir okkur innra heima og í dag er þetta og gervigreind, já takk, þú veist, þú bara ýtir á eitthvað og þú fær allar þessar upplýsingar. Þú veist, heilbrigðisráðuneyti og landlæknir geta kallað inn bestu hugsanlegur upplýsingar heildræna heilsu mannsins, aðferðafræði og hvað að gera. Bara geta gert það fyrir hádegi niður í Hörpu. Já. Og þannig að við erum með alveg aðgang af ofboðslega miklum upplýsingum. Bara eins og svetti sem við erum að fara í núna. Þetta var bannað. Þetta var undergroundin 1978 í Bandaríkjunum. Það er svo margt sem við höfum núna sem við höfum ekki. Til að mæta einmitt þessum áskorunum sem var í þessum tengslarofs iðnaði sem herjar á mannin. Þá erum við með svar. Já. Og það er kannski svo Auðbjörg og Auja að það sem ég veist alveg ótrúlega merkilegt og ég fundi bara frá að ég byrja að vinna á þessum vinnustað að þú ert náttúrulega þetta er svona pittur, þessi kennslu auglýsingatæknum, að þið hefur náð að safna fólki sem er bara ástríðufullt og brennur svolítið fyrir vinnuna og en á samanskapi þá fær fólk líka að upplifa að það er að koma hlutum í verk og ég verið að nota þetta hugtaka ábyrgðarþoka svolítið, að hér svona, mér finnst ekki mikil ábyrgðarþoka á þessu vinnustað vegna þess að bara svona er allir einhvern veginn svona svolítið móttækir fyrir því að hér eru áskoranir og við ætlum að reyna að takast á við þær. En að samanskapi sko bara hugrekki fyrir stjórnanda í íslenskri stofnun að segja bara, heyrðu, ok, það er eitthvað risastórt að gerast í því tæknimálum sem að getur bara gjörbreytt allir í landslagi menntunar, en við ætlum líka að staldra við og segja, já, hvernig ætlum við sem manneskjur að glíma þetta? Já, þetta er virðingarvert. Þetta er virðingarvert. Já, algjörlega. Já, ég fekk eitthvað momentan í haust þar sem ég hugsaði bara, og ég get ekki sem sagt það, og ég bara, oh my god, þess bara, ég sagði, mér þetta blóta eitthvað, því ég blóta svo mikið, og ég bara, veist, bara, ég get ekki sem sagt, ég var bara, satt heima bara, veist, við erum bara á leiðin eitthvað, sko. Og þá svo þetta bara
græðið magaðið manninn og hugsaðum bara, ok, við erum bara, þú getur ekki dýft hausnum við sandinn hérna, sko. Nei. Veist, maður hefur kannski oft reynsla því og svo þetta kemur alltaf að því, sko. Nú bara komið að því og það bara, akkurat geta líka því, þetta líka fyrst mér svo, þetta svo störla, eins og minnst með fjarnám, að þú ert með, að því áður fyrir var nám eða bara upplýsingar eitthvað svona, það sem elítan hafði aðgangað. Já. Nú erum við bara að sjá, nú hafa bara mun fleiri haft aðgang að alveg rosalegum upplýsingum. Þannig að þurfum við að einhvern veginn að okkar hlutverk að fólk geti nýtt sér það og geti haft svona stafrænt læsi og þá líka þessi gagnrýn hugsun að geta lesið í upplýsingarnar. Það sé ekki bara að þú færir sér bara rétt, þú verður að hafa eitthvað að geta til þess að vita, það er þitt hlutverk og það er svona maðurinn, kreativiti að sjá bara, að hafa eitthvað að hæfni til þess að taka ekki bara öllu bara face value. Já, og flóðbylgjan að koma, þú bara að lesa í hana. Flóðbylgjan komin, hún er mætt og það er akkurat þetta að eins og þú lánaði með bókina Gáfaða dýrið sem er alveg stórkostleg, sko, að þegar við leggjumst í hvíla á kvöldinu og verðum að sofa, þá erum við dýr að fara að sofa og við sjáum að sofa öll dýr á jörðinni þeir þurfa svefn og maður hugsaði eins og með þetta að ef við vildum bara tækni, ef það var eins og þeir sem eru ekki svona svartsýnastir á þetta bara þetta taki yfir allt að af hverju fer fólk á tónleika til dæmis því það er miklu betri gæði á geisladisknum þú vilt hafa upplifun og kannski þá breytir þá gervigreind því hvernig þú vilt upplifa hluti eða getur hún gert þér kleift að upplifa meira. Sko, það kemur aftur til mér þetta sem vorum að tala áðan, þetta með að gervigreindin og hagkerfi heimsins verða til þess að hlutverk mannsins sem tannhjól í hagkerfinu sé að breytast og að maðurinn sitji uppi með að sjálfa sig og það er svona endur skilgreina hvað er ég ef ég er ekki hinn vinnandi maður hvað er maðurinn ef hann er ekki hinn vinnandi maður hvað er sjálfsmyndin, sjálfsvirðingin markmiðin, hlutverkið fjölskyldufæðurinn, fyrirvinnan allt þetta og ef þetta á að verða til þess að búa til hamingjusamari og öruggari heim að þá vitum við að allt sem þarf til þess býr nú þegar í hverjum manni. Það sem við þurfum eru upplýsingar og iðkun. Já, þú veist, það var eins og eitthvað kastari. Þetta er bara, en þú veist, við bara erum bara í rökræðinni, bara í, þú veist, bara, þú veist, við búum yfir allir þessari getu. Já. Og en þá komum við aftur að því, þessu hierarkí í samfélaginu, sko, hverjir stýra tækniþróuninni og hverjir forgangsraða, hverjir innræta gildin og svo framvegis og það er bara óreiða, sko. Já. Eða réttara sagt, það er togstreita milli valdsins og svo almennings. Já, ég held að það sé alveg rétt og birtist í þessari rosalegu skautun sem við erum að horfa upp á, þessa polariseringu og eins og meðast svona ágætt yfirferð á því, sko, að nú er þetta talað kapphlaupið, sko, það er kapphlaup hver er með öflugustu og nákvæmustu og þróuðustu gervigreindina og til dæmis milli Bandaríkjanna og Kína og þetta eru fyrirtæki og lönd sem að í raun og peningar skipta engu máli þessu, þetta snýst einfaldlega það að vinna eitthvað kapphlaup sem á endanum segir ok, sigur í þessu kapphlaupi mun gerast einhvern tíðan í framtíðinni og við getum reynt að spá fyrir hvað gerist þá en það veit það enginn vegna þess að eins og rétt eins og þú segir að við erum bara þetta augnablik sem við erum akkurat núna og við erum að takast á við þær áskoranir sem við erum að eiga við núna og reyna að svona miðla því sem að við getum byggt okkur einhverja læraða skoðun að geti mögulega gerst, sko. Þetta finnst mér rosa mikilvægt. Það er að þú veist, skilaboðin mín til samferðarfólks er í raun og veru hvað get ég gert hér og nú til þess að stöðla að einhverjum jákvæðum breytingum í heiminum og þú veist, svo veitnaði Gandhi, ég held að hann er þessa línu, þú veist, vertu svo breyting sem þú vilt sjá á heiminum og
og vitandi það, þú veist, að þessi ógnarkraftar pólitískir og samfélagslega sem eru í þessum hvirfilvind, ég næ ekki að snerta þá, en ég næ samt að trúi því að ég næ að snerta alheiminn bara með bænminni og hugsun og með hegðun. Og það svona energy sem ég trúi að geti haft áhrif, skilurðu. Þannig að hérna á sama tíma, það svo mikilvægt að senda þau skilaboð út til hvers einasta manns, hann segi ekki powerless. Já. Þú hefur power, þú hefur hérna mátt. Og mátturinn liggur bara í þínu valjúi sem manneskju. Haltu í það og þú ert að hafa áhrif á allt sem að gera. Já. Já, þetta sé ekki bara eiland, þetta bara eitthvað samspil. Og svo annað, ég man eftir fyrsta sinni, annars þegar komið svetti það í haust og ég er búin að endurtaka þetta svo, búin að vitna í þig. Það þegar þú segir, við erum að fara í andlegt ferðalag og fara inn í þetta tjaldið og deyja þessum táknræna dauða. En svo, segir líka, en þetta líka gaman. Ja. Og það það sem mér líka svo merkilegt við að þú takast á við áskoranir og eitthvað, að leyfa þess að vera pínu gaman. Það góðu bóndið. Að því að maður stendur oft bara frammi fyrir vali að hugsa bara, ætla ég að þú leyfa þessu bara að pirra mig, að vera reiður, að upplifa hvað sem er á tilfinningaskalarum, eða bara ætla ég að segja, þetta er skemmtilegt. Þá komum við aftur að þessu með ferðalag mannsins inn á við. Við erum að tala betur og fallegur heim að mikið allt þetta og við búum allir yfir þessu. Það er að við getum öll æft og iðkað getuna til sjálfskærleiks og gleði og húmors á þess að bíða eftir því að gerist. Bara með þeim upplýsingum sem við höfum já, þú mennar. Ég bíði yfir óendalegri getu til sjálfskærleiks og húmorinn fylgir oft með, skilur. En ég þarf bara að tileinka mér einhverja aðferðafræði og iðkun og byrja að æfa þetta. Alveg þetta hvað kallaður þetta? Andlega líkamsrækt. Andlega líkamsrækt. Þú veist. Og hver og einn á sinn hátt, einhvern veginn. Og án þess að loka augunum fyrir því sem er að gerast. Þú veist. Já. Ég loka ekkert augunum fyrir þeim heimi sem ég er ekki að flýja og ég er ekki að flýja sjálfan mig. En þetta að læra að gangast við því sem er og rannsaka það og mæta því síðan alltaf stöðugt með þessari getu að hafa sjálfskærleik, sjálfsmildi. Æfa það. Það er magnað að segja þetta vegna þess að ég var átt í samtali við Sean Rife sem er einn af stofnendum Sight sem er ofboðslega svona fullkomið heimildaleitarvél og sem er með svona gervigreind sem er aðstoðarþjónn og getur talað við það og það er bundið við heimildir, ritrýndargreinar og annað. Og ég spurði hann svona í lokin á þættinum hvaða skilaboð myndir þú gefa til nemenda sem eru núna í námi og eru að upplifa þennan glundróða og hann einmitt sagði að sýna sér sjálfsmildi, að vera ekki að húðstrykja sig og að þú veist, þetta þessi sömu skilaboð sem er að koma alltaf aftur og þegar við vorum með ráðstefnuna í vetur og þá sátum við eftir hana og sögðum bara eitthvað þetta endar, við tölum alltaf, við byrjum að tala um tækni og þróun og græjur og eitthvað og svo endum við í félagsfræði og heimspeki. Þú veist, þangað leitar samtalir. Já, og akkurat, hvað er að vera manneskja? Já. Já, þú veist, það er uppi staðið og snýstum við. Já. Bara, þú veist, ég sit upp með það. Já. Og það sem ég finnst... Það er kannski gott að fatta það, sem fyrst. Það leiður alveg verulega mörgum árum og fatta bara, this is what you got. Já. Kannski valdir þetta bara. Ekki að standa eftir, og hugsa bara, ég var með einhverju skoðun sem ég var að þrýsta upp á aðra, sem var ekki, að auðga þeirra líf, ég var að reyna að halda aftur að einhverjum vegna þess að þegar ég horfa á dætur mínar og unga fólki og mér fannst svo gaman að heyra að við vorum í einum áfanga að leyfa krökkum að nota GPT til að skrifa ritgerð að þeim þótti þetta skemmtilegt, þeim þótti þetta áhugavert þau voru að því að nemendur sem eru að sækja sér nám í háskóla
ég hef allavega þá trú að það sé fólk sem að koma til þess að vaksa, til þess að auðga lífsitt og sækja sér þekkingu og menntun sem það vill nýta sér. Svo eru aðrir sem að fara aðra leiðir í lífinu og kjósa að fara ekki í háskólanám en auðga lífsitt og þróast öðru vísi og það er engin síðri kostur. En það er allt og einfalt að segja bara, já það geta allir bara gerst ritgerð með GPT. Það mun ekki vinna vinnuna, það mun ekki lyfta lóðunum, sko. En ég held bara að við þurfum að treysta nemendunum og leiðbeina þeim að nýta þessa tækni og leyfa þeim að vera forvitin og uppgöta einhverja sköpun með tækni. Já, sko, ef þessi tækni er það sem að menn halda á að segja, þá munum búa til ný verkefni og þar þarf að vinna vinnuna. Já. Þó svo að tækni sé komið til staðar. Hún opnar bara aðgengi af stærri verkefnum. Já. Þannig að það verður alltaf þannig eitthvað þarf að vinna vinnuna. Já. Og kannski stór áhætta hjá okkur og eitthvað sem ég hef, sko, mér finnst þessi andlagið gagnvart tækninni breytast, að það sem ég á pínur hræddur við fyrst var þetta, sko, að við myndum að reyna að halda aftur að forvitni nemanda. Já. Sem þetta er alveg ofboðslega sorglegt einhvern veginn svona í sögulegu samhengi menntunar að það er að efla og þjálfa forvitni og reyna að gera það þannig að það geti nýst öðrum til góð. En ég bara er alltaf þarna, alveg sama, þú veist, ef við horfum bara abstrakt á tæknina og hún sé gildi í sjálfuðu sér og þetta snúist tæknina vegna og það sé raun og veru prósessin og ef við höfum ekki inni þessu alltaf þessa spurningum jafnvægi manneskjunnar, þú veist, í þessari vegferð að þú veist, ef ég sko, Búdda var stundum spurður á sínu tíma þegar hann er að praktisera, þá komið til hans miklu heimspekingar og vildu taka við hans slaginn um heimspekilega spurningar alheiminn og hvað eina og hvort koma undan eggið eða hænan og Búdda átti það til að svara með þögn og hann hafði einfallega þetta viðhorf, ef þetta snýst ekki það að losa manninn undan þjáningu sinni og auka hamingju hans, þá er þetta ekki þess virði að ræða. Þú veist, ef þetta snýst ekki það að auka hamingju mannsins, þessi prósess allur, þá er hann ekki þessi vegferð þess virði að fara hana. Og þess vegna verður alltaf að vera inn í þessari jöfnu, samtalið mannin, en ekki bara tæknina. Þannig að við þurfum alltaf, bara sem samfélag manna, að vera alltaf með, og það þarf vísindarsamfélagið heldur betur að gera sig í brók, að taka inn hennar móral ábyrgðina gagnvart mennskunni og þá leið hvað er mennska og allt það. En þetta að keyra vísindina áfram vísindina vegna vitandi það að þar fyrir utan er alltaf eitthvað power sem er að nýta alla þekkingu háskólasamfélagsins í eitthvað allt annað en eitthvað abstrakt vísindi, sko. Já, þetta er líka bara svona þessi þróun í kennslufræði sem er farin frá því að vera svona kennara með, það sem kennarinn vissi allt og var með svona hélt þekkingunni sem svo hefur verið að fara yfir þetta nemynda með, þetta er bara svona tekur við að því og er raunverið fyrir kennara, þetta er bara verulega spennandi tími sem gera námsmat og geta verið sjálfur, þú veist, að fá sko aukna þekkingu, færni og allt það með nemynda sinn. Það er bara komið lærdóm samfélag, þú veist, það eru bestu samfélag sem allir eru bara að læra sem þú veist, við eigum að vera farin frá því það sem einhver er svona stendur upp á sviði og segir ykkur þú veist, eitthvað haldi einhvern að hafa alla þekkinguna, eða ekki henni? Þetta er með góðu punktur og ég held að einmitt að gervigreindin hún getur orðið til þess að jafna út þekkinguna milli stétta og þú veist, jafnvel vonandi þú veist, að ná niður landamærum og ná niður þessu við og hinir og allt þetta, sko. Já. Svo það allir að skrifa bara fínan texta sem þótti bara, þú veist, sem er alveg svo gott og flott, þú veist, svo ritgerð, fólk getur verið misjandi í því, bara misjandi hvernig þjálfunaði fengi hvernig skólagönguna. Er það bara skiptað miklu máli? Þetta verður bara læsilegri texti, það verður bara fleiri bara betri, sko. Og kannski opnar möguleika fleiri að því að segja, sko, vegna þess að sumir geti ekki tjáð hugsanir sínar í sko góðum texta, einfallega bara vegna þess að
þú veist, hugsun að breyta hugmyndum í texta er annað heldur en að eiga góða hugmynd, sko. Og svo, en síðan aftur móti ég sannfærður það að þeir sem eru með skapandi hugsun í textagerð og svona, að þú veist, hvað þeir munu gera með þessari tækni. Það verður bara eitthvað nýtt og magnað, sko. Já, þetta getur, þú veist, jafnað og svo bara ítt við, sko. Já, og aðgengi að þekkingu og sérstaklega við tölum þá kannski hluta í heiminum sem að menntun luxus sem að fáir hafa efni á eða bara standa í boði fyrir að þarna kannski með komið svona jöfnunartæki og þá kannski held ég líka að það sé svo mikilvægt og ég segi þetta alltaf að það séu sem flestir að láta á þetta reyna og kynnast þessu og hafa sko byggja sér upp upplýsta skoðun og við erum búin að fara sko þetta er mjög þarfar og djúpar umræður sem ég kannski vona að fólk kannski átti sig á séu nauðsynlegar þó að kannski sem margir sem að hugsa, já ég skil ekki hvað að tala en svo kannski ef leifir að hugsa aðeins lengur að þá komur að já ok, þetta á við allt. Þetta á við kannski hluti sem það hafðir ekki bara sem meðan mannskja bara efna á eða geta mikið ráðgjöf hinn og þessu bara, þú veist, þú getur bara, þú veist, fengið ráðgjöf kannski bara með, þú veist, eins og sumir, taka mynda í ískapnum sínum, hvað ég elda þú veist, og gera hvernig kemur með það, þú veist, eða hérna, nokkra stakka hennar bæsæpun, hvað æfingar best að gera og þú getur fengið það, þú veist við þarf þetta að lesa, alveg svo, þú veist, þú myndir að spyrja kaupaði þjónustekstur, hann sumt orðið frítt, þú veist hvernig hérna, þú veist, ég vil ná, þú veist spara pening, hvaða leður best hérna, þú veist, þú setur hérna ákveðnar bara breytur, setur hérna, þú veist hvernig landslega lítur út og hún getur spá fyrir þér þetta er alveg, þú veist, komið með svo mikið sem bara ekkert allir hafa haft aðganga. Þannig að það er svolítið svona, ég finn þetta þegar ég nota þá þetta bara, þú veist, einu takmörkun mín eigin hugsun að mér svona, það eins og þessi takmörkun bara, þetta er ekki hægt, svo bara, þetta er hægt, þá bara, wow, þetta er hægt, ok, shit, þetta er bara, þetta er bara einhvern veginn, það er eigin svona, bara einhvern veginn, að því maður er búin að ramma sig bara, eins og knust bara að reikna tölfræði, þú veist, við gátum ekki reikna út ákveðna hluti bara með mörgum árum því það voru ekki nógu öflugar vélar. Nú er þetta bara að reikna svona. Þetta var svolítið það sama. Já, og við glímdum við fórum bara, þegar reiknivélar komið, fórum bara að glíma við hérna flóknari starffræði. Og mér finnst það svo gott að því að þessar áhyggjur fólks að segja að þeir nemundu láta bara gerfugrindin að skrifa ritgerði fyrir sig og þá allt í nú myndi ég að hérna starffræðibækurnar sem við lærum í framhaldsskóla. Starffræði 103 og 203 og eitthvað. Svörin alltaf aftast í bókunum, sko. Já. Þannig að þú hefðir alveg geta bara þú hefðir bara geta farið og skrifað upp svörin og sagt að ég reiknaði þessa bók. En nemendur gera það ekki, sko. Nemendur þjálfa sig upp til þess að læra og svo kíkja þér á svörin til þess að sjá, var þetta rétt hjá mér? Ef ekki, þá fara þér og reyna aftur eða þjálfa sig þó til að fá rétt svar sjálfur, því það er eitthvað svona held ég sem við viljum. Og það er alltaf einhverju sem munir stytta þessa leið. Það er bara og það var svona debate hann að, þú veist, þegar reiknivélum kom og það var eitthvað, veist, nú er það bara með þetta símanum okkar, sko. En það er svona, ef maður dreifur aðeins saman og veist, það er ótrúlega margir mólar sem eru á þeirra vinnur og eins og Tolli sagði aðan að hérna, að einhverju liti byggir þessi hérna, hlutabréfamarkaðurinn á ótta og græðki en síðan allt í einu sneri við þessu við og fyrir að segja, ok, við verðum að snúa þessu við og fara að hugsa hamingju og velsæld að það sé, og ég var með hérna, erindi og þess að ég sagði sko, fyrirtæki verða að fara að breyta lykilmælikvörðum sínum úr hagnaði eða hversu mikla þjónustu var hægt að veita fyrir pening sem að kemur þá frá hinn opinbera yfir það að hugsa, ok, hver er áhrifin af bæði því að vinnustæðanum okkar er fólki sem að vinnur hjá okkur erum við að auka velsæld þess og hamingju og eru þá þeir sem við erum að þjónusta að njóta þessum við leiðis eða erum við að þjóna kerfi sem að byggir á ótta og græðki að því að það er ekki eitthvað sem við sem manneskjur ættum að vera að þjóna. Nei, en þá komum við aðeins um stjórnlausa huga. Við stjórnum honum ekki með viljastyrknum einum og oft erum við ofurselt þessum erfiðu tilfinningu á þess að gera okkur grein fyrir. Og þá komið, þetta er bara örstutt, þetta verður búin að kjáta heldur lengi. Það er bók sem ég var að lesa sem heitir The World History, A Family Story. Þetta er
bresk svona yfirferð mannkynssögunar þar sem að höfundurinn rekur mannkynssöguna í gegnum tengsl og vensl valdhafana frá einu tímabili til annars. Þar sem að sýnir fram á það að valdastrúktúr heimsins helst í hendur við fjölskyldu og venslabönd frá einni ætt til annarar, frá einum ættbálk til annars og handhafar þessa valds eru traumatiseraðasta og vestfarna fólki sem sögu fara af í mannkynssögunni. Þetta fólki sem heldur á valdasprótunum og tekur ákvarðanir velferð fjöldans. Þetta fólk þar sem nauðgun, morð, svik og allt það versta sem getur komið fyrir í sögu einna manneskjur prófíllinn á ættarsögu valdhafa heimsins. Þannig að við sitjum uppi með traumatiserað fólk með óunnin áföll sem eru stjórnast bara af varnarmekanismu og framkvæmdagetu með engri viðkomu í empati og compassion. Þetta fólki sem tekur ákvarðanir það hvernig heims hjólinn snúast. Og þetta fólki sem heldur utan völd, tækni og framþróunar. Og þá, þegar maður horfir á þetta, höfundurinn var ekki endilega að koma með þessa, hann var bara að skrifa spennandi sögu með þennan prófíl. En þegar maður hefur tileinkað sér þekkingu í áfallarsögu og öðru og sér svo þessar lýsingar, þá mjög auðvelt að leggja saman 1+1 og sjá niðurstöðuna. Að þrátt fyrir gervigreind sitjum við uppi með einstaklingar sem eru með óunnin áföll og hafa ekkert empati og engin tengsl við annað fólk og taka ákvarðanir sem hafa mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir milljónir manna. Og þess vegna þetta aftur þetta að því meiri tækni og því meiri ábyrgð setur okkur í enn meiri áskorunum að við verðum að gangast við ófullkomleika okkar og fara að taka ábyrgð á því. Punktur. Já. Ég fann þetta bæti inn í og það alveg hjartalega sammála en það svo að fá einhvern til að sjá það. Það kemur þar áskorunin. Já, það áskorunin. Þetta tengist það sem við tala afsal móralskar ábyrgðar. Það sem að við getum bara mælt það. Það óunin drama hér. Við erum náttúrulega mjög miklu aðdáandi þess að mæla hluti. En góðu hlustendur, Tæmi tæknina, þetta búið að vera mjög áhugavert samtal og mikið af góðum punktum og þetta kannski svona veitir ykkur aðeins innsýn inn í það að við erum að hugsa þetta miklu heildarrætna kannski heldur en bara það að vera einhverju teknópartí og gera fólki kleift að vinna með gervigreind heldur að við erum að reyna að sjá fyrir okkur hvernig við getum stuðlað að því að þessar breytingar sem við erum að horfa upp á verði í samfélaginu til góðs og bara ég held að þetta samtal sem við eigum og sem að fleiri þurfa að eiga sé bara nauðsynlegu liður í því í þessum stormi að þegar hann lægir að þá getum við horft tilbaka og sagt já, við allavega reyndum það veit ekki hvað gerist en við vonandi getum sagt já, við reyndum að gera okkar besta. Þannig ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og Tolli og Auja bara takk. Heiður að vera með ykkur. Sömuleiðis.